Beitukóngurinn er nýttur hér við land, veiddur í gildrur í Breiðafirði en hvergi annars staðar við landi reyndar. Langa svartflekkótta ranan notar snigillinn til að anda með. Þetta eru virðuleg og tilkomumikil dýr, svona í návígi, fjölbreytilega á litinn og með tígulegar hreyfingar. Hér sést skélin sem kuðungurinn notar til að loka á eftir sér, hurðin eins og við köllum hana. Snigillinn hefur stillt sér sérstaklega vel upp fyrir myndatökuna hérna. Þegar hann dregur sig inn í skélina og leggur hurðina fyrir opið, er hann alveg brynjaður innan í kuðungnum. Þetta eru egg beitukóngsins. Í hverju hylki á að vera einn lítill ungi sem kemur út með skél þegar hann klekst úr egginu. Ekki er óalgengt að finna svona eggjahylki sjórekin í fjörum landsins. Þetta er hins vegar hafkóngur á eggjahylkinu sínu og hann er enn að hrygna. Beitukóngur er ætur en hafkóngurinn er aftur á móti eitraður. Við getum þekkt á því sundur á því meðal annars að hafkóngurinn hefur hornóttari skél með skarpari brúnum en beitukóngurinn er ávalari. Hér þarf ekki mörg orð og við látum myndirnar tala sínu máli þessa fallegu snigla í sjónum. En hvað er í gangi hér? Er hann að gefa frá sér sæði? Litli snigillinn á stóra hafkónginum hér heitir þarahetta. Sniglar eru af flokki lindýra, en af þeim flokki eru líka svokallaðar samlokur eins og kræklingurinn sem við sjáum hérna og er líka gjarnan kallaður bláskel. Sama er að segja kúfiskinn og þennan einmanna hörpudisk sem við sjáum í lokin. Þriðji meginhópur lindýra eru svo smokkfiskar. Lindýr eru ein stærsta fylking dýra í sjónum, aðeins fylking krabbadýranna er stærri.